5 efni, grunnskólar og grænni grein og hugmyndir nemenda í 10. bekk umhverfisvernd. Það er við grænskólaverkefni í landverndar. Skýrslu sem við gerðum síðasta sumar, sem var skýrsla nr. 2 PISA 2006, var einar 108 blaðsíður með öllum viðaukum, takk fyrir. Þar fjallaði við ýmislegt og það fjallaði aðalega stöðu íslenskra skóla. Við varum að skoða meðaltöl skóla á þessum mælum. Og þar vorum við að skoða þróun á Íslandi, hversu mikið nemendur leggja sér fram í skólunum 2006 og svo vorum við að skoða þróun undir þáttar lesskilningi, sem ég var að skoða hérna núna með lesskilningsverkefnin, en ég var að skoða þróunina á þessum undir þáttum yfir tíma. Við skoðum líka sérkenni skóla hvað varðar heimili og foreldra, nemandann sjálfan, svo einkenni skólan og skólastarf, hvað einkennir okkar skóla, hvað einkennir okkar nemendur og heimiliða. Þar vorum við að skoða alla þessar þætti sem ekkert endilega færni, þetta svona samhengi námsins og tengsl við námsráðum. Eitt af því sem við skoðum var viðhorf nemenda til umhverfismála. Og við skoðum svo tengslin við læsi og náttúrufræði, matvælasgreiningu, þar sem við skoðum líka nemendaþætti, þar á meðal viðhorf til umhverfismála. Og aftast í þessari skýrslu svo upplýsingar alla spurningarkvarðana sem voru spurningarlista nemenda og hvernig þeir eru fengnir, hvers konar spurningar liggja þar á baki. Og eina niðurstöðunum úr þessari skýrslu að áhugi nemenda og trú á notagildi náttúrufræði, ásamt sjálfsmyndar og trú á eigin getu á sviði náttúruvísinda, tengjast auknu læsi á náttúrufræði og meðvitund umhverfismál og ábyrgðartilfinning á því sviði tengist einnig auknu læsi náttúrufræði. Og svo fleiri þættir. En hér sjáum við mynd úr þessari skýrslu, þar sem við flokkum skólana, 120 skólar, eftir því hversu rík meðvitund umhverfismál í skólanum. Hversu rík ábyrgð gagnvart sjálfbærri þróun er. Bjartsýni á þróun umhverfismála í heiminum og svo áhyggjur af umhverfismálum. Flokkum við 4. Neðstu á þessum mælikvörðum og efstu á þessum mælikvörðum. 4. Við sjáum tengslin við læsi á náttúrufræði. Meðaltöl skólana sem falli þennan. 460 stig meðaltalina í þeim skólum sem meðvitund umhverfismál í lágmarki. 10, 20, 30, 40, 50 og 3 stig ofar 513 stig hjá skólum þar sem meðvitund nemenda umhverfismál efst, mest. Gríðarlega munur. Munið ég var að tala þannig 8. bekk og 10. bekk á hann. 40-50 stiga munur. Það samsvarar mununum á læsi milli 9. og 10. bekk. Heill afgangur, takk fyrir. Það sama á við ábyrgð og sjálfbærri þróun. Í skólum þar sem hún í lágmarki læsið 40 stigum lægra heldur en þar sem hún í hámarki. Gríðarlega mikill munur og þetta línulegt samband upp. Því meira, því herra hér, því herra hér. Bjartsýni gagnvart umhverfismálum fyrir hinn áttina. Í skólum þar sem bjartsýni gagnvart þróun umhverfismála lægri, hærri, þar meðaltalið lægra. En það kemur ekki skýrt tengsl við áhyggjur af umhverfismálum. Þessi 3 þættir hérna, sérstaklega 2 efstu, sem virkilega skipta máli þegar maður að skoða læsi á náttúrufræði. Ekki náttúrulega orsakasambandi í vendinni, en þetta einkennir þessar skólar. Og saman í aðkallsgreiningunni okkar, þá skoðum við alla fullt af þáttum sem að tengjast nemendanum, viðhorfum hans. Þar koma meðvitund umhverfismál og bjartsýni og þróun umhverfismála sem sterkir þættir í forspá læsi á náttúrufræði.
svipasterkir og menningarlega eigur á heimili og efnislega gæði fjölskyldu sem verður undir í hinu aftur. Það er svona að hafa hugmynd það að þetta eru sterkir þættir, þetta skiptir máli. Hvernig þessi staða í skólunum ef maður að skoða læsi á náttúrufræði. Þetta helst hönd í hönd. Læsi á náttúrufræði og meðvitund umhverfismál og ábyrgð á sjálfbærri þróun. Þá komum við að verkefninu. Ég skoðaði sem sagt síður landendar og fann út hvaða skólar voru búin að taka þátt í verkefninu og voru sem sagt skilgreininguna á grænni grein árið 2006. Grunnskólar sem voru með 10. bekk og skoðaði þetta líka hversu mörg ár þeir höfðu verið í verkefninu. Hér er það fyrsti þátturinn. Við notast við myndir úr skýrslunni og set þessa skóla bara einfaldlega á myndina. Hvað er meðvitund umhverfismál? Kann einhver að spyrja. Þá leita ég heppilega í viðaukann við skýrsluna okkar. Við hörðum höndum við að koma þessu þar fyrir þannig að allir getur lesið. Hversu vel þekkirðu til eftirfarandi atriða? Andstæðum línu, hagnýting, erfðabreyttar lífvera, súrt regn, geislavirkur úrgangur, afleiðing þess að skógum er eitt til að nýta landið í annað. Það voru miklu fleiri svona þættir í forprófinu. Ekki halda að þetta sé tekið út frá einhverju pólísíu. Þetta er tekið út frá 18 þættir eða eitthvað forprófaðir. Svo bara skoða hinn skiptingu máli. Þetta er alveg nógu margir þættir til að greina bætingu við, skiljið. Þessi frekar einhver aðrir, þá var bara að forprófa og tjekka á því hvað það var sem við komumst upp með. Ég hef aldrei heyrt þetta alveg uppi, ég þekki þetta og ég get útskýrt það nokkuð vel. Þetta er þekking í raun, meðvitund, hversu vel þekkir svona hluti. Þetta er það sem við köllum meðvitund umhverfismál. Hvað gerir? Staðan í grænbúnaskólum, það er þá þeir skólar og grænni grein sem hafa flaggað og svo skólar og grænni grein sem er ennþá eftir flaggað. Þetta þátt í verkefninu. Útskýrum myndin aðeins. OECD er græna línan. Og hér röðum við skólum frá þeim skólum sem eru með lægstu meðvitund umhverfismál yfir í skólum sem eru með hæstu meðvitund umhverfismál. Meðaltal í skólanum. Á þessum mælikvarða. Og svo er bláa línan sem á sama hátt. Þetta eru 120 skólar í bláa línunni, 7000 skólar á bakvið grænu línunni. Hér röðum við eins. Allir skólar á Íslandi. Og hér eru þá meðaltölin á þessum mælikvarða. Rosalegu mun. Þegar það er bara örfáir íslenski skólar, þessi meðvitund umhverfismál er álíka því sem gerist að meðaltali í OECD. Hvers slags land er þetta eiginlega? Er þetta eitthvað hreint fagurt land í Norðuríki? Ekki í huga nemur, þeir eru alveg sama þessa þætti sem ég hafa síðan frá. Þess að þeir vita ekkert þetta allavega. Þeir þekkir þetta ekkert. En var ekki réttir að ein spurning sem fjallaði það að það var eitthvað fígúra í eitthvað land það sem súrreiknin var að skemma. Þetta er það í lesskilningi? Nei, í 2006 prófið. Já, getur við, já. Og þetta er mál sem mann sér þegar maður búið á þeim í Evrópu. Þú sér hvíti fallega byggingar en ekki hér. Er það? Já. Ok, gott og vel. Ég kaup alveg þann punkt að þetta eru kannski hluti sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af. En er meðvitund umhverfismál, er hún það að vita hvað er hérna fyrir framann hjá mér? Hvernig sé eitthvað kjarnorkukljúfur hérna hinum við göttuna? Er það meðvitund umhverfismál? Nei, það er bara miklu meiri sjálfkrafa menntun sem á sér stað í þjóðfélagi þar sem þetta er alveg stöðugt áhyggjumál og stöðugt í blöðum og súrt regn er eiginlega ekkert nefnt hérna vegna þess að það er ekkert. Nei, og það er heldur ekkert vandamál hér nema helst bara sambandi við virkjunnar upp í Helliseiði og svona og bara bíluna og silfrið hérna í Reykjavík og svona sem fellur á eitthvað svona, þetta eru vandamál nokkuð. Alveg rétt, og líka með við höfum enga kjarnorkuver, alveg rétt. Fyrsta evrópska landi sem verður vart við lengur frá Fukushima er Ísland. Er það ekki nú mikilvægt hugmynd til þess að fá okkur til þess að kenna börnunum þetta? Jú, og þetta verður ekki að kenna þess. Við til dæmis það veit það enginn að til dæmis að mjólkin hérna var gríðarleg geislavirk hérna á 7. áratugnum og hluta þeim krabbameinum sem hafa verið að birtast alveg fram á þennan dag. Gæti einhverju leyti verið að kenna því að menn sprengdu kjarnorkusprengjur í Síberíu kringum 1960. Þetta hefur mjög farið lágt en það er ótrúlega mikil aukning sem varð á
geislavirkni mjólk á 7. áratugnum. Hafið þið heyrt mikið þetta? Nei, aldrei veist það. Þetta er ekki meðvitundum mínum umhverfismanna. Sko, það er rétt að þetta hlutir eru svona alþjóðlegir hlutir sem eru þarna. Það er kannski á ekki við Ísland að mörgum en það er ekki afsökun. Já, ég að fara að plaka börnunum og það er ekki verið að ræða þetta í þjóðfélagi. Þetta er ekki bara skólarnir, þetta er þjóðfélagi. Þetta getur alveg eins verið að segja bara hér eru Íslendingar. Það er ekki skólar, þetta er bara endurspegling á þjóðfélaginu. En sjáum nú hvernig grænfórundi þá endurspeglaði þjóðfélagi. Það er endurspeglaði bara alveg ágætlega. Allan skalan. Heldur fleiri hérna með umhverfis, vitandi umhverfisum. Grænfórunaskóla. En það er engin afleiðing af grænfórunaverkefnum. Það er kannski einmitt ástæðan fyrir þau fóru í það til að byrja með. Mér finnst hún ekki vera nógu há. En þetta er mjög sláandi þá enginn á Íslandi að setja í samhengi. En á þessum tíma, 2006, er engin munur á meðvitund 15 ára nemendum umhverfismál í grænfórunaskólum eða í öðrum skólum og er mjög lág í almennt á Íslandi. Nú, næsti þáttur, áhyggjur af umhverfismálum. Hvernig er það metið? Telur þú að eftirfarandi umhverfismál séu alvarlegt áhyggjuefni fyrir þig eða aðra? Loftmengun, syðring. Skortur á orku, kannski ekki, ég veit ekki, fleiri álver. Útdauði plöntu og dýrategundar. Eyðing skóga til að nýta landið í annað. Það er engin skóg í Íslandi. Vatnsskortur. Nei, ekki vatnsskortur. Það kostar ekki neitt. Kjarnorkuúrgangur. Það er engin kjarnorkuúrgangur á Íslandi. Kannski aftur sömu hlutir. Þekkingaleysi eða skeytingaleysi eða bara, þetta er ekkert á dagskrá. Já, við sjáum það mjög vel. Það er ekki á dagskrá. Það er ekki einu sinni, það er eitt skóli kannski sem nær OECD meðaltali. Þannig að krakkar eru ekki að velta þessu fyrir sig. Þetta er ekki áhyggjur í rauninni, þetta er perception. Þetta er alvarlegt bæði fyrir mig, persónulega og fyrir aðra. Þetta er ekki alvarlegt fyrir neitt. Já, þetta er ekkert alvarlegt fyrir neitt. Þetta skiptir engu máli. Kjarnorkuúrgangur í mjólk. Hvað er ekki þess að? Aldrei eitthvað það. Skiljið, þetta er að næla það, nákvæmlega þetta attitúd okkar, gagnvart umhverfinu. Þetta erum við ekki, kemur þetta maður ekki mikið óvart. Og mér finnst það. Engin tengsl við grænfórunaverkefni hér. 3 skólar hér, 5 skólar hér. Við erum að tala bara, og hér er OECD meðaltalið bara. Öllum er nákvæmlega saman þessar hluti. Fundaði fundur? Já. Lísa? Það er hér. Takk. En nú, hérna sér maður líka mun á grænfórunaskólanum og á íslensku skólanum. Heldur þá fleiri hérna niður. Og þriði þátturinn, ábyrgð gagnvart sjálfbærri þróun. Nú erum við komin á eitthvað svona heimavöld, þetta ekki, allir að flokka og svona. Ég man þegar ég var í Svíþjóð og tók strætó og þá var metan í honum. Þá var ég 17 ára, það nýtti vel. Það var metni hér tíma. Já. Ég er bara að segja sem sagt, mín fyrstu kynni af flokkun var þegar ég var í kórferðalagi í Þýskalandi, 20 ára og við vorum á farfuglaheimili þar sem allt í raun voru 8 mismunandi hringir til að setja hvað mennum við? Við hendum svona bara öllu bara í svarta blásbókan sem var að hérna. Það geti ég sér. Nákvæmlega sjálfbæri þróun og flokkun og sorpusett samansefni. Jó, býtu. Já, það er bara nefnir sem eitt dæmi. Hvað er á bakvið þennan kvarða hér? Hversu sammála þetta til staðinu? Það er mikilvægt að reglulegt eftirlit við útverkað bifreiða sem skilyrði fyrir notkun þeirra. Okay. Skoðum við hérna. Til að draga úr úrganga ætti að halda notkun plastúmbúða í lágmarki. Þetta eru skoðanir umhverfið. Eitt er það sem ég veist heldur gott. Já, ég er hlynntur því að hafa lög sem takmarka verksmiðjureik, jafnvel þó það hækki vöruverði. Þetta framlega rafmagn og endurnýjun og auðlindum og svo framvegis. Þetta grípur nokkuð vel þessa hugmynd okkar grænt land, endurnýtum orku, við áttum ekki blöðin fyrir þessu hérna í dag, endurnýstur að tala þessa hluti hér í dag.
Hvað held að 15 ára nefnendur 2006, fyrir 5 árum síðan? Það voru kannski bara í 2007 eða eitthvað, það voru bara ekkert að pæla í þessu. Kannski, en hvað voru það að pæla? Það skára reyndar. Er hann aðeins hækka? Hvaða skóli er þetta hann? Já, hvaða skóli er þetta? Þetta er Grænþónaskóli. Það var verið hann í nokkur ár. Er þetta alltaf sami skólinn sem er hann Nei, það er ekki alltaf með svona. En þeir eru svona á svipuðu staði. Þessi skóli hér er alltaf svona hér. Tíska á flúður. En sjáðu líka munin á þessum skóla og þessum hérna. Gríðarlegu mun. Það er miklu meiri munur á þessum skólum hérna heldur en munurinn á okkur og OECD. Það eru margfaldir. Þannig að innan Íslands eru svæði, hverfi, þar sem að krökkum er bara nákvæmlega sama allt sem við kemur plasti og versmiðureik og bara, ég er bara í tölvunni eitthvað. Nákvæmlega saman þetta. Og bara í megninu á skólunum, hérna, þetta var þessi þriðjungur hér, bara alveg saman. En aftur sjáum við hérna Grænþónaskólana. Maður velti fyrir sig, kannski var þetta með tilefni til þess að starta Grænþónaverkefni. Það er náttúrufræðikennurinn bara ofbuð það að myndu vera alveg saman. Eða þá bara stefna skólans. Þetta gæti verið öfug röð. Allavega á þessum tíma, engin mun. Fyrir einhver neikvæðara í Grænþónaskóla. Og lokum, aðeins yfir tíma, bjartsýni á þróun umhverfismála. Þið muna að það var í neikvæðum tengstu við læsi og náttúrufræði. Það er ekki bara svona ignorance is bliss. Hvernig er það metið? Telur þú að vandamál sem tengjast eftirhundum málefnum muni minnka eða aukast á næstu 20 árum? Sömu og við töluðum varðandi meðutundum. Heldur þetta eigi eftir að versta eða batna? Bjartsýni á það. Þannig að því hærra því bjartsýni ertu. Já, ég er aðeins bjartsýni. Nú erum við miklu bjartsýni. Já, þetta er að lagast. En þeir þurfa ekki að gera neitt til þess. Þetta er allt í lagi. Hvað er úrgangur það? Kjarnorku hvað? Allt í lagi. En hér eru bara á pari við OECD og sjáum við líka að það er miklu minni munur á skólanum okkar. Það er bara yfir línuna bara sama bjartsýnin, sama góða veðrið á morgun. Og aftur bendur á það að þetta eru náttúrulega útdauði plantna, jú, það er fínt. Og orkan kemur ekki bara með vatninu. Þessi orkuveitu auglýsingunni, við munum eftir henni. Já, þetta er allt í ljósi hvernig. Já, svona viljum við hafa það, ekki, stafurinn. Þannig að kannski læra við bara mest af því. En aftur, hér er svona ekki hægt að greina neitt mun á Grænþónaskóla og í aðeins svona í lokin þá setti ég hérna árin við hversu lengi eru skólarnir búin að vera í Grænþónaverkefninu. Þannig er toppskólinn 4 ár, 1 ár, 5 ár. Engin munur á þessum hérna, 1 ár eða 5 ár. Svo er hérna niður, 1 ár hérna alveg í rösti, hérna 3. 5 ár hér, 5 ár hér. Þetta er hópur hérna í meðaltalinu. Ekki neitt skýr munur á því, virðist vera. Hvort það er búin að vera í 5 ár í verkefninu eða 1 ár. Það sem við vera svolítið svona maður að spá í sko þessu skrefi að efla vitund nefnda umhverfismál. Það er 5 ár. Þetta er hérna áhyggjurnar. Þetta flest svona aðeins út af því að þetta er meira pláss. Það er ekki eins bratt og ávan. En þetta er saman hluti hérna er sem sagt 5 ára Grænþónaskóli. Nefnendur sem hafa áhyggjur af umhverfismálum. En svo er þetta hérna 4 ár, 5 ár. Geta hugsa um þetta. Krakkarnir í 10. bekk. Þetta vissi ég hvernig það var áður, kannski var það bara hræðilegt áður. Já, þetta sjáum við þarna eftir allir skólarnir á myndinu. Ábyrgð gagnvart, sjá hverju þróun, þessi sterk í hverfi hérna. Hérna, 5 ár aftur, saman skóli. 5 ár, 5 ár, 5 ár, 5 ár, 5 ár, 5 ár. Það er meðaltalið. Það er ekki þannig að allir 5 ára skólarnir séu hér og þetta er eins og skólarnir hér. Það er ekki hægt að segja að þetta komi bara að vera lengur verkefnum. Bjartsýni, 5 ár, meiri bjartsýni í skólanum sem eru lengur. Aðeins hægt að greina það. Það er voðalega erfitt að segja það.
Þannig að nú verður náttúrufræði aftur á dagskrá í PISA 2015 og þá komum niðurstöður í lok 2016 og þá fáum við að vita meira það hvernig það gerst á 9 árum viðbútt. 9 árum. En bara svona þetta gamni hér svo munur á þessum mælikvörðum. Þannig enginn að helsta áhyggjurnar séu minni í grunnframhaldsskólanum og 0,3 stig. Það er þetta saman. Og þetta eftir í huga að sko þess að vera mun á okkur og öðrum löndum sem það getur haft svolítið að segja að umhverfismálunum var skáka mjög harkalega til hliðar í námskránni 1999. Þau voru sett mikið út í lífsleikni og verður þar algjörlega undir öðrum þáttum sem að stóðu krökkunum nær, bara eins og bara samskipti og bara bekkjarmóra alltaf einhverslega annað sko, sem að kennarar tóku langt fram yfir það og umhverfismál ég veit ekki til þess að þeim hafa neitt verið sýndar á því innan lífsleik. Svo voru það vísu nafninu til eitthvað inn í náttúrufræði en þar voru það mjög sett til hlýðar og komið til þess mjög lítið inn í samræðaprófi sem að allt snerist inn á þessum tíma svo mér dettur kannski hug að sko það var gerða kannanir á 9. áratugnum sem við komum miklu betur út. Ég held að námskráin frá 1999 hafi verið miklu mun hagstæðari. Sérstaklega var verið að kanna viðhorf kennara á 10. áratugnum sko. Þar sko, komum við alltaf vel út í svona líffræðilega og umhverfishlutanum en miklu verð í eðlis- og efnafræði hlutanum og þjörðu sko. Svo hefur það heldur rétt úr skútnum en allt hitt held ég hafi bara sungað dálítið harkalega mýður þarna á þessum tíma, akkurat þessum tíma sem við erum að mæla það. Hvað finnst þér náttúrufræðikennarar í? Hæ? Einhverjir náttúrufræðikennarar hérna sem vilja? Ég er náttúrufræðikennarar, það er ekki líka svolítið til námskráinni. Já, ég meina aðrir, já. En heldur að þetta sé fyrst og fremst sko endurspegli þessum við Íslendingar hugsum? Nú er ég að skoða skólana, áðan var ég að velta fyrir mér þjóðfélaginu sko. Já. Ef ég horfi inn í skólana þá dettur mér þetta fyrst í hug. En þegar við vorum áður að tala svona meira þjóðfélagið og svona móralinn þar, okkur við erum ekki velta fyrir okkur súru regna og okkur svona sko. Ef þetta verður að skoða hvort tækja, ef þetta skiptir hvort tækja máli. Ég velti fyrir mig sko, ef að skólinn er ekki kerfisbundið að gera þetta, þá hlýtur viðhorf nemenda einfaldlega bara endurspegla það sem er þarna úti. Ef skólinn gerir ekkert, þá er þetta bara, svona viljum við hafa það auglýsingin. Þau læra það bara annar staðar ef að skólinn gerir ekkert. Er það ekki? Og svo náttúrulega skipta sko fjölmiðlar geysilega miklu máli. Og það er alltaf munur að hlusta á BBC og koma síðan heim og fara á pressuna þar sem að fyrsta fréttin er Gilsinu. Að einhver kona hafi fengið sér stærri brjóst eða eitthvað. Nei, það er svona sko líka, sko ég held til dæmis að ég sem barn hafa haft mjög miklar áhyggjur af kjarnorkuvopnum. Sem tengist náttúrulega því að ég var alast upp 1970 og eitthvað og þetta var stöðugt í fréttunum. Síðan kemur þannig tímabil þar sem að Íslendingar voru í afskaplega góðum málum og það er ekki áhyggjur neinu. Þeir áttu nógu orku, þeir áttu nógu vatn, þeir voru ríkir og fallegir og gáttu að fara í brjóstastakkanir. Hvað sem þjóð heimi? Fegurðardrottningar. Sterkir menn. Nei, þannig að þetta er svona, já, ég held að þetta gengur í bylgjum líka sko í samfélaginu og svo þetta gengur þetta í bylgjum líka í skólanum sko. En svo sér maður líka bara muninn á sko til dæmis að koma í erlenda háskóla og íslenska háskóla. Allar þessar leiðbeiningar að spara orkuna, flokkar sorpi, þá það séu þetta ekki allt, en það samt svona kveikir á því að þú þarft að fara að hugsa þetta. Það er líka mjög hægt á öllu að byrja. Já, bara eftir klárið þetta, ég var snýraður. Þetta var mjög hægt á öllu sko að til dæmis að við munum vera refsað fyrir að flokka hérna sko. Svona hagfræðilega munum vera refsað, það er ennþá þannig og vera þannig allan tíma. Menn geta jú fengið að flokka. Menn þurfa sjálfur að hafa fyrir því og keyra með þetta og stýra bensíni út á plan sko, hinir fá þetta sótt heim til sín. Ég er búinn að flokka í óratíma, ég borga alltaf sama sorpbyrjugjald og hinir sko, er næsta tóma tunnu, ég búinn að flokka í 20 ár, næstu við tóma ruslatunnu.
en ég borga nákvæmlega sama gjald og allir hinir sem eru með tróðbóðnatunnu og gerir sér aðsett í þessu. Þetta hefur þetta að segja þegar þetta er búið að vera svona 20 ár. En fólki er refsað fyrir að gera þetta ekki, öðrum út. Já, nákvæmlega. Þetta lítur að byrta. Já, þyngdin, já. Og svo eitt í viðbót sem ég dettur í huga nefni þessu sko að kennara hafa fengið mjög harkalega á aukinn fyrir það að taka inn í kennslu svona umdeild mál nútímanum eins og virkjanir. Menn hafa verið teknilega og þetta er búið að vera gegnum gangast í alveg síðan 1980 þá þegar Ragnhildur Helgadóttir var ráðherra þá var einhver kennari fyrir austan tekið mjög harkalega fyrir. Það var alltaf af og til hafa komið einhver svona dæmi manni sko þess að menn eru tekið svolítið að beini fyrir þetta en að einhverjum hafi verið refsað fyrir eða skammað fyrir það að taka þessi mál yfir höfuð ekki að dagskrá. Ég hef aldrei heyrt það. Þetta kemur ekkert óvart. Þetta er afleiðing af stærra máli. Og svo er líka það því sem hefur sérstöðu. Ég ætlaði bara að spyrja það hvort að því að við hjá Kennarasambandinu hefum aðeins verið á hagfræðingurinn okkar að slíti sundur OECD. Þegar nú er þetta alltaf bara með OECD sem meðaltal í öllum að slíti sundur sko heimsálfunar. Þú veist, taka Asíu sér, Ameríku sér og Evrópu og svo jafnvel Vestur-Evrópu eða Norðurlöndin því að það er náttúrulega samanburðarlöndin okkar. Þannig að ég allavega innihaldi menntunar og uppbyggingu samfélagsins og framvegis. Þannig að og í því höfum við séð að þegar maður notar bara meðaltali í heilsinni þá getur það verið svona svolítið svona, ekki alltaf að sína alveg réttustu myndir. Já, það verður gaman að fá bara aðra súlur hérna í Norðurlöndin við þess að ekki, það myndi kannski segja okkur aðeins meira það hvernig við erum státt okkur með það í Norðurlöndin og svo líka fengið, þetta er mjög góða punktur. Já, bara svona, það skoði upp í kollina mér áðan að fyrir nokkrum árum var skrifað tyggjópressu sóðana á Íslandi, sýndar myndir af því og svo umræða var kaffærð á einu augabragði. Það er bara einfallega sjást ekki í útlöndum. Það eru jafn mikla klessur, það sjást ekki vegna mengunar. Þetta var bara kaffærð þessi umræða og var bara kaffærð. Við erum jafn miklu sóðar í dag, það bara þorir enginn að lyfta þessu loki. Já, ég held að þetta sé meðan áhugan sem grunnskóla sína þessu verkefni og sýnist mér þetta sannarlega vera á dagskrá hjá skólunum núna þegar við fengum sjálfur að ráða sína eigin námskrá og ég vona að það haldi áfram og ég vona þess að 2015 fáum við afgang sem sko er meðvitaðri og vill bera ábyrgð á sína eigin hegðun og að fólk sýni umhverfinu og vinningu. Við erum byrjað að sjá þessu í skólapúlsunum, þannig ljúka því með því að bjóða skólum byrja svona eigin spurninga í lokin og þar er svona spurningabanki þar sem við settum þessar spurningar meðal annars inn í þann banka þannig að skóli getur sjálfur fylgst með þessum hlutum hjá sér og maður svona hugsa brennfónaskólana sko þá er þetta að setja inn könnun reglulega þar sem maður getur svo fylgst með því hvort eitthvað sé að breytast. Við þurfum alveg niður í 7. bekk. Ekki bara þessi unglingar sem skipta sig ekki neinu. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir skóla að vera vakandi fyrir því hvað þessi hlutir er. Ég held að þessar niðurstöður held ég hafi komið mörgum á óvart. Og erum við ekki með landið sem okkur endurspeglast viðhorf nemenda til umhverfisins og þekking þeirra á umhverfismálum. Akkur endurspeglast ekki hreina að fara landið í því. Það tyggjóspressur er til dæmis dæmi svona ósamhljóma umhverfinu okkar. Við erum að fara mjög illa við höfum hæstu bílaeign í veröldinu fyrir utan Bandaríkin. Við höfum flesta traktora og hektara á heiminum. Alls konar svona hlutir sem að við, sko, þeir harmonerar betur við þetta heldur en þessi ímynd sem við höfum á okkar landi og bara þjóðinni. Ég held að þetta sé alvarlega hlutur til íhuga og þessi skólar ætlu virkilega að berjast gegn þessari hugsaði.